Komið sæli kæru fiskar. Það er ekkert öðruvísi með ykkar spil heldur en með spilin hjá hinum merkjunum í kvöld. Að mörg ykkar er að fá sömu spilin. Svo skrítið sem það nú er því að nógu þykkur er bunkinn sem ég er að draga. En það er einhver ástæða fyrir því. Þú ert að fá hér örar breytingar í vinnu, kæri fiskur, og breytingar sem er að koma inn fljótar en þú gerðir ráð fyrir. Hvað sem þú ert að vinna sem arkitekt, sem smiður, einhvers konar ráðgjafi við byggingar, eitthvað sem þarf að mæla og vera nákvæmt. Þá er mikill hraði, kannski mikið stress líka, en nákvæmnisvinna og hraði fara ekki alltaf vel saman. Þannig að það er bara verið að segja við þig að þú þarft að huga að því að huga að smáatriðum og fara þér kannski að engu óðslega. Kannski eru þetta breytingar í vinnu sem þú hefur verið að gera væntingar eða verið að búast við sem eru núna að koma til þín. Þú ert með sterka vernd með þér, yfir þér, kæri fiskur. Sagði ég vatnsberi áðan? Ef ég sagði vatnsberi þá biðst ég afsökunar. Ég veit alveg að ég er að tala við fiskana núna. Það er verið að leiða þig rétta leið. Það er verið að vísa þér veginn og það eru þínir verndarenglar, þínir leiðbeinendur sem að sjá það með leyfi frá almættinu. Kannski hefur þið fundið fyrir þessu, kæri fiskur, að það sé verið að stýra þér í ákveðna átt. Eða þú munt allavega þá finna fyrir því á næstu daga. Því hér erum við aðeins að kíkja á stöðuna þína, hvernig hún er að koma inn. Ef það er eitthvað varðandi vinnu sem að togar í þig, þá skaltu skoða það mjög vel. Af því að oft koma bestu breytingarnar í líf okkar inn þannig að við finnum að það er verið að leiða okkur að ákveðnum hlutum. Og hraði er ef til vill eitthvað sem að hendar þér núna. Þó að þú sért kannski vanur að vinna ekki vinna án þessara pressu sem að er að koma inn. Það getur verið eitthvað sem að þú þarft að klára. Það er aðeins verið að gefa þér spark í rassinn til að hjálpa þér að ljúka einhverjum ákveðnum áfanga. En það er allavega verið að gæta þín í þessu ferli og ef þú finnur að það er aðeins verið að toga í þig og segja þér að fara hægar, þá skaltu endilega fylgja því. Því það eru þá bara beinar ráðleggingar frá þínu fólki. Eða þínum englum skulum við segja. Talandi engla, ég ætla að draga hérna einn engil fyrir þig. Fiskurinn minn góði. Veit aldrei hvort ég er að segja fiskar eða fiskur. Fiskarnir eru eina merki sem maður talar alltaf í fleirtölu. Fiskar og tvíburi. Maður segir samt tvíburi. Já, skrítið. Já, þolinmæði. Patience, please. Það þarf að sýna þolinmæði þegar að mikið er að vera og það mun reyna á þolinmæðina þín á næstunni. Þess vegna kannski er verið að benda þér skýrt á það að þú ert með vernd og þú ert með hjálp. Ef að hlutirnir virðast vera að fara úr böndunum, hikaðu þá ekki við að kalla í þína
engla, leiðbeinendur, hvað sem þú kallar þá. Þeir eru tiltækir hvenær sem þú þarft á þeim að halda, en þú þarft að biðja hjálpina. Þeir stíga ekki inn nema þú biðjir aðstoð. Þolinmæði, ég ætla aðeins að kíkja hvað stendur hérna nákvæmlega, ef ég sé þetta. Já, það sem þú ert að biðja er að koma til þín, hafðu þolinmæði. Það eru þættir varðandi ferlið sem að þurfa að gerast fyrst. Það er að segja, þú hefur beðið að hlutirnir fari á einhvern ákveðin veg og það mun rætast en kannski hægar en þú baðst eða hægar en þú varst að vonast eftir, eða þeir gerist á aðeins annan hátt heldur en þú hafðir hugmyndaflug til að spá í. Ok, kæru fiskur. Þannig það. Ég fæ ekki mikið meira með spilunum þínum í kvöld. Nema það að þetta sem ég sagði varðandi það að vera arkitekt eða vera að byggja eitthvað, það þarf alls ekki að vera þannig tegund af vinnu. Og vinna getur verið áhugamál hjá mörgum. Áhugamál getur verið vinna. Það getur verið í hverju sem þú ert að taka þig fyrir hendur. En það er bara einhver nákvæmnistáttur sem er verið að tala hérna. Ok, ég ætla ekki að lengja þetta neitt frekar. Ég óska ykkur bara allsins besta með þetta. Ljós og kærleikur.